öskra och gammalt diskobíl. Pakkaði nú tannburstan í tösku, taktu síðan næstu diskóvest. Ef þú sér píramída, ert á réttri leið. Ertu gangað flóttan sem frá hest. Diskóeyjan fórnarleit úr diskóflóarís. Að dansa í bófanni meðan glimmið gerði gís. Við bjóðum upp á diskóköku, kók og brauðið í. Kíktu við, þú sér ekki eftir því. Á diskóeyju búa diskódýr. Diskókjönsur, diskóstútar og diskómjólkurkýr. Á diskóeyju diskósjaxinn flýr. Diskónar og útana við úlnur er svo hýr. Á diskóeyju búa diskódýr. Á diskóeyju diskóbíl í diskóbíl í bíl. Á diskóeyju diskólundir hlær. Í á diskóeyju búa líka diskókóngulær. Á diskóeyju verður diskóörn. Það voru diskóbróta, diskókobra og diskóalabjörn. Á diskóeyju diskósólin sín. Því á diskóeyju drekka allir diskóbensín. Á diskóeyju búa diskódýr. Diskótröllið undir brúnni á diskóskíðum flýr. Á diskóeyju dansar enginn flýr. Því á diskóeyju búa enginn diskóleiðir dýr. Steingrímur, ég finn hvergi þetta B-vitans-vegabréf. Hvern á ég veit það, Hermann? Ráðstefnu hvernig? En hver passar okkur meðan þeir eru í burtu? Berglind og Bára við hliðina ætla að hafa auga með ykkur. En þetta verður bara stutt ráðstefna sem við erum á og þið verðið í skólanum, þannig þær munu bara vera með ykkur á kvöldin. En við erum nú vön að sjá okkur sjálf þegar þeir eru þessum ráðstefnu og starfsframaferðum. Þetta hljóta var þær. Farðu nú að opna fyrir þeim, Steingrímur. Æ, takk fyrir með eitthvað Berglind, Bára og hugsa krakkana. Guð það nú að minnstasteinu minn, þau eru svo mikið æði. Já, jú, þið eru voða yndisleg. Eru þið enn að fara í vinnuferðir? Þið eru bara aldrei heima. Já, jú, við förum svolítið oft. En þú veist hvernig þetta er. Ég er að vonast að fá deildarstjórastöðu í mannauðsdeildinni og Hermann er í góðri leið að vera yfirlögfræðingur deildarinnar. Já, ég er nú settur yfirlögfræðingu, menn hún sem er yfir mér er jafnvel sá þessari kulnun eða börnáti. Æ, bara hvað sem það er sem það að ganga gegnum. Jæja, kissun á börnin að drífa ykkur í burtu. Loksins, ég hélt þetta aldrei fara. Mikið sækulegt að leiðast fólk. Það vantar allt fjör í þau. Hvað er að lesa, krakkar? Eitthvað skemmtilegt? Já, ég er að lesa endurminningar ungra stelpu sem flúði erfiðar aðstæður og... Guð minn almáttugur er niðurdrjófandi. En þú, Danni minn, segðu mér að lesa eitthvað ævintýri. Ég er venjulega bara kallað Daniel, ekki Það Danni. skiptir einhver máli, Danni minn. En ég er nú bara að lesa kennslubók í náttúrufræði. Við erum að vinna verkefni uppið á morgun. Á morgun, ertu ekki að pæla því núna, njóttu augnabliksins. Einmitt, þessi kennarablók sem er að rembast við að kenna hlýtur að geta kennt þér þessa stærð eða erfða eða hvaða fræði þetta eru. Þóttu sért ekki hérna heima, að það dýrmætur tíma þegar skóladagurinn er ekki einu sinni byrjaður. Já, en kennarinn segir að svo tíminn nýtist sem best ef við varum búin að lesa bókina heima. Það er aldrei smettaðurinn. Hvað ætlar þú eiginlega að verða ef þú verður stór?
langar til að syngja bassarödd í virðulegum kór. Mig langar til að verða vissan kall, virðast bæði klár og eitur stjárn. Hafinu opna háan stað. Mig langar til að verða vissisfrúmin út í hárinu. Hafa risa plön með framkvæmdir á nýja árinu. Mig langar til að verða virðuleg og virðast yfir draug að mennta mig og sýnast merkilegri en ég er. Mig langar til að verða lögfræðingur mamma. Mig langar til að verða pínu sver. Mig langar til að verða lögfræðingur mamma. Mig langar svo að þú verðir stolt af mér. Mig langar til að verða upptekinn og alvarleg mjög. Utan bóka kunna greinagerðir, hátíðlegur og lög. Mig langar til að lesa textgjöf, líka í skriftum grá og föl og helst að eiga yngra kost á höll. Mig langar til að verða lögfræðingur mamma og lagaflækja ýmist og rannsýtt. Mig langar til að verða lögfræðingur mamma. Mig langar til að kýta stoltið þitt. En þetta er svo leiðilegt. Langar ykkur í alvöruna að verða skilnaðarlögfræðingar eða verkferlastjórar? Guð mig góður þau geta orðið verkefnastjórar. Já, það hljómar þetta allt mjög spennandi, Ég held ég viti hvað þau þurfa að gera. Hvað er það? Þið þurfa að komast í fáunaskóla. Það er alveg rétt Berglind mín. Þau eru gott þær. Hvað er það? Það er ekki eins og Berglind og... Já, veitir það ekki. Þið hafa nú gaman að skóla. Jú, reyndar, en svona hvað sagðir þú? Fáunaskólinn. Já, ég skal nú segja ykkur það að gamall vinur minn, eða svona félagi, við spiluðum sko brygg saman í gamla dag. Hann er prófessorinn í fáunaskólanum fyrir svona þæg og óspennandi börn. Það er mjög gott að koma að þangað. Þæg og óspennandi. Já, þæg og óspennandi. En þetta er mjög spennandi skóli. Það er heimavist og allt saman. Já, ég pakki nú upp ofan í tösku. Ég ætla að hringja í prófessorinn og athuga hvort hann eigi ekki tölulega plass. Hæ, prófessor. Já, ég er með neyðartilfelli. Já, mjög þæg og óspennandi. Já, hann stefnir á lögfræði. Já, það er ekkert út í þessu. Við leggjum strax hér. Já, sjáumst. Bye. Þið getið ekki bara að skila okkur eftir hér. Riðið bara þið sjálf og þá fyrir allt vel. En ekki bara of mikið þið sjálf. Við vitum ekki sem hvar við erum, hvernig að komast heim. Komið sæl! Hverjir eru þið? Ég heiti Barry og ég er yfirdörgur hér í fáunaskólanum fyrir þæg og óspennandi börn. Reyndar er það ég sem er yfirdörgur hér. Verið hjartalega velkomin. Yfirdvergur? Hvað er eiginlega Já, yfirdörgur og heimavistastjóri. Og ég er yfirdörgur og skólalóðastjóri. Og þetta er svo sérlegur aðstoðdörgur okkar. En hann heitir ekki neitt. Hæ, já hæ, ég er svona dvergur, eða svona aðstoðardvergur. Þið hljóta að vera Daniel og Rut. Komið bagnandi. Já, við vorum bara sendinga. Við áttum vist Já, að fara... ég vissi það fyrst. Þið hljótið að vera Daniel og Rut. Ég sá það strax. Þetta er þið. Barry, ég var búinn að heilsa þeim. Já, en ég vissi það bara aðeins meira en þú hver þau eru. Við vorum einmitt að bíða eftir ykkur. Ég og hinni krakkarnir sem er að byrja í skólanum hjá okkur. Prófessor, þau eru komin. Prófessor, þú ert alveg tilbúin, það ekki? Já, þeir eru bara komin. Ég held að kemur kortinu við 3. Klukkan er kortir yfir 3,
prófessor. Eða reyndar 16 mínútur yfir. 17. Já, ég vissi það. Auðvitað vissi ég það. Ertu í klæddu, prófessor? Klæddu? Jú, auðvitað. Ég var kannski rétt eftir að pússa skónum og setja mig stærri herðarbúa. Bjóðu krökkunum upp okkar. Ég er komin eftir 5. Prófessorinn er væntanlegur innan skamms, þannig að má kannski bjóða ykkur upp á límana eða hindra ykkur. Já. Komið sæl og fagnandi. Velkomin í Fáaraskóla prófessorsins á diskóeið við diskóflóa. Látið þið endilega eins og sé heima hjá mér. Takk af kranskana, engilskikjurnar og fá ykkur endilega ískalt hindberjagos úr gosbrunninum. Ég ætla að kenna ykkur ýmsa góða siði. Ég ætla að kenna ykkur að hamast upp á sviði. Ég ætla að kenna ykkur að safna hári, ekki riði. Ég ætla að kenna ykkur alvörunni töffara takta. Ég ætla að kenna ykkur að láta skikkjuna flakta. Ég ætla að kenna ykkur að hafa ekki gullfiskana ykkar nakta. Velkomin hingað kæru krakkar, komið í sæl og bless. Í fáuna skóla prófessorsins er skylda að vera hress. Já, kæru vinir, það er ekki nóg þar að kynna mig. Ég er prófessorinn, ég er yfirkennari, skólameistari og tilsjónamaður fasteigna. Já, hér ræð ég. Fyrir þá það ekki vita þar með gráðu öllum greinum, öllum fræðum, öllum listum. Ég vekk 10 í leikfimi, 10 í hjúkrunarfræði, 10 í svissnesku nútíma bókmenntun og 11 í dansi. Ég ætla að kenna ykkur að dást á flottum börnum. Ég ætla að kenna ykkur að klappa alarkörnum. Ég ætla að kenna ykkur að smíða geimskip og gömlum hjólísabörnum. Ég ætla að kenna ykkur að vera með stjörnustæla. Ég ætla að kenna ykkur að láta gítarinn skæla. Ég ætla að kenna ykkur að láta almenna á ykkur kræla. Velkomin hingað kæru krakkar, komið í sæl og bless. Í fáuna skóla prófessorsins er skylda að vera hress. Áður höldum okkur lengra þá eru nokkrar húsreglur. Það er bannað að vera í vondu skapi. Það er bannað að sitja kyrr. Það er bannað að borða bara grænmeti og það má ekki neinum kringumstæðum syngja skáldarög. Ekki fóðra dekan í vesturróminni og ekki stríða tígrisdýrinu og ekki trufla prófessorinn þegar hann er sofandi eða þegar hann er í tíma og sérstaklega ekki ef hann er sofandi í tíma. Ég ætla að kenna ykkur að blanda límonaði. Ég ætla að kenna ykkur að tala í símon í baði. Ég ætla að kenna ykkur að vera framan á tískublaði. Ég ætla að kenna ykkur muninn á klípu og dassi. Ég ætla að kenna ykkur að taka slæpnir úr flassi. Ég ætla að kenna ykkur að hafa óbeitt á óbeirinskotnum tjassi. Velkomin hingað kæru krakkar, komið í sæl og bless. Í fáuna skóla prófessorsins er skylda að vera hress. Velkomin hingað kæru krakkar, komið blessuð og sæl. Í skólanum okkar er skilyrðislaus skylda að vera hress. Svo minn ég á félagsvist í Austurtunnum á miðvikudögum og það er diskotek öll kvöld í Dýflissunni. Já, mjög mikilvægt. Það má alls ekki skilja útidyrnar opnar eftir miðnætti. Það er svo að varúlfurinn sleppi ekki út. Þið skiljið. Jæja, krakkar. Velkomin í skólann. Takk, já, takk fyrir. Hvernig getum við að byrja að læra? Er þetta skóli? Hvað er all borðin og stólarnir? Borðin og stólarnir? Þú getur lagt því hengjum og ranna. Nú sittir þið í gluggan ef þú vilt afreka.
Já, allt sem þið þurfið glimmer, gott tóneyra og góða skapið. Býtu, glimmer? Það ekkert skóladót. Ég bara fána og stundatöflu og hvað tafla okkur ensku brósum? Við hljótum að fá vasareikna í skólanum. Vasareikna? Til hvers í ósköpunum? Nú, til að reikna flokknu stærðfræðidæmið. Starffræði? Það ekki stærð. Engin stærðfræði. Hvernig eigum við að komast áfram án þess að læra stærðfræði? Ég hef aldrei haft neina starffræði og ég hef alveg náð að spjara mig. Viti, mamma mín, hún segir að ég verði að læra grunninn alveg rosalega vel í stærðfræði auk verkfræði eins og hún. Verkfræði? Ég fæ bara klíu. En kæri prófessor, það er ekki hægt að kalla hvað sem er skóla. Það hljóta að vera einhverja kröfur á námið hérna. Já, annars myndi mamma og pappi aldrei samþykkja það við værum hérna. Nei. Þið eru ekki komin hingað til þess að læra neina stærð eða orðsifjafræði góðu minn. Það sem ég ætla að kenna ykkur er skemmtilegt. Ég ætla að kenna ykkur að skipti raunverulega máli. Og hvað er það? Það er nú margt. Til dæmis hvað sem ekki glimmer er hæfilegt í gott partí og hvenær maður að sprengja konfettisprengju svo partí trillist. Sprengja! Hefur kennt að efnafræði til henni hér? Já, það sem ég langar að kenna ykkur í dag er að vita muninn á góðu gítarsólu og lélu. Dörgur, hvað með gítarinn? Þegar þið eru tilbúin að taka næsta skref, þá ætla ég að kenna ykkur alvörinni disco-falsettur. Falsettur? Hvað er það? Já, börði góð. Falsettur er að merkilegasta sem er til í heiminum. Á eftir glimmeri reyndar og herðapúðum og synthamúsík. Jæja, allana, falsettur eru falleg, þið lærum það seinna. En hérna, ég er að vera seinna á kennarafund, Þið getur bara æft falsettur að meðanmarreikingar, nema þú er það, hvað heitir það þú? Já, ég heiti Blær. Já, þú ert með glæsilega meðanmarreikingar, það áttu ekkert að hafa. Hvað er ég þá að gera? Getið ég ekki bara gert ykkur stærðfræðidæmi eða beitt danskar sagnir? Nei, guð minn góður, elska mín. Það var bara Hindbergos og allar aftur. Það er svo fínt veðrið. En núna þarf ég að skjótast. Ef þú eru með einhverjum spurningar, þá bara endilega spyrja. Ég hef alltaf tíma fyrir ykkur. Já, ég ætla að meira spurningu. Já, endilega spyrja núna. Prófessor? Já, nei, það er allt í góðu. Við erum nú bara hér í rólegheitum mér á disco. Ekki staðið neitt eins og þú veist. Já, svo var nú tíðin, maður. Já, einmitt það. Það er dálítið sem ég verð að segja þér, sem er fengilega merkilegt. Það útskýrir að fullu allt þessum svið. Það skýrir myndun mannsins og margar hennar dagsins. Svo hlustaðu nú vel á lagið. Prófessor? Já, nei, við erum bara hérna í svefnherbergi drottningarinnar. Nei, krakkar eru rólegir hérna, það er ekkert að gerast. Hvað segirðu? Hvaða hesta? Já, og hver á þessa hesta? Já, af hverju ferðu ekki bara niður eftir og athuga hver á þessa hesta? Já, komast til botns í þessu. Það er dálítið sem ég verð að segja þér, sem er óskaplega interessant. Og ég verð að tróða inn í þína þykku skel. Það skýrir til að tímans og til kannski símans. Svo hlustaðu nú virkilega vel.
aldrei. Já, býta aðeins. Vinnan, ég verður að taka þetta. Var þetta eitthvað sérstakt? Jæja, skiptir ekki máli. Þetta var rosalega buxum, maður. Guð minn almáttugur. Er það slæmt? Abba mín, varst þetta árgangunum sem við fengum í fyrra? Þeir sem voru til í straujum nærfötum. Já, guð, það var svakalegt. Er það svo slæmt? Verra, þau báðum vasareikna. Hvað heldur þau kunni? Ekkert, þau kunna ekkert. Ég spilaði gítarsóló fyrir þau og kom alveg að fjöllum. Hvernig lítur það út? Öll straujuð, hrein og pastelituð. Guð minn almáttugur, ekkert glans. Þú hlýtur að vera ruglast, professor. Þetta er svo stór árgangur. Það hlýtur að vera smá glans á einhverju þeirra. Hvorki glimmer né glans, algjörlega steindauðlið. En kunna eitthvað að dansa? Já, mér sýnist einn verið með sæmilegar mjarmahreyfingar en hinn verið jafn stíf og sauðfjárbóndi. Við kennum það. Það kunna nú ekki allir að dansa fyrst. Manstu, professor? Það er nú aðeins af þig. Hvernig eigum við að bragðast við þessu? Við þurfum þá að byrja alveg á byrjuninni. Ég skil ekkert. Hvernig er þetta slæmt? Þú eru greinilega krakkar sem vilja læra. Þú ert ný hérna, Mölla. Við erum búin að sjá allt. Þegar komum svona rosalega bæk og óspennandi börn þurfum við að bregðast við með alvöru glimmersprengju í regni. Já, það er bara þannig að því þægari sem börnin eru þegar við komum hingað. Því leiðilegir eru þau. Leiðileg? Hvernig get ég sagt þetta? Það er ekkert mál að segja það. Veistu að Mella mín, sum börn eru bara ótrúlega leiðileg. Það er bara staðreynd. Við erum öll búin að vera hérna lengi. Við vitum hvað við erum að segja. Já, þetta eru krakkar sem halda að þau þurfa að læra stærðfræði og málfræði og önnur leiðindafræði til þess að komast áfram í lífinu. Það er nú misjafnt. Ef við ætlum einhvern tímann að geta sprengt konfetti í útskiptapartíinu þeirra, verðum við að pússa skóna strax og bregðast við með Ég held hreinlega að við erum bregðast við með neyðaráætlun. Törfur, hvað þú taka? Ég virkja neyðaráætlun gegn dægum og óspennandi börnum. Hvað, eru þið en ég? Veit ekki hvað dagur er? Er alþjóðlegi glimmerdagur? Nei, Robin, hann er ekki dag, en er kannski dagurinn sem allir er að dansa. Eða kannski Melody Festivalinn í kvöld. Svíjar allt með svo frábær lög Eurovision. Barnum, dyrinn til. Allt þessi bundlöfum, veit alveg hvað dagur er? Já, það er 20.12. Já, og 13. Á morgun sko. Nei, jú, sæll Þórður. Við vorum bara einmitt að rétt að klára fundinn eins og það sérð. Við vorum náttúrulega að taka við nýjum hóp. Já, mjög erfiðum. Alveg svakalega erfiðum. Þau kunna ekkert að dansa. Dansa? Dansa ekki, það skiptir engu máli. Þið vitið vel að þetta er sunnudagur og lögur allt til á þrýfu. Heyrðu Þórður, það er eitthvað káð og stóra speglinni minn. Hvernig næri af? Ajax, það eina sem virkar hann myndi aldrei ná sátt. Auðvitað, ég prófa það. Ég er með danstíma. Æ, never mind, gerðu bara sem við. Bara ekki trufla mig á meðan. Prófessor, verður að bara þrýfa þig. Jú, auðvitað, Þórður minn. Ég og dvergarnir eru mjög spenntir að láta hendur standa fram úr ermum og pússa á snurfusa. Við vorum einmitt búin að ræða að fæja stóru diskókúlun í dag, ekki dvergar? Ha? Ég man nú. Já, einmitt, pússa og snurfusa, fæja og glansa allt. Jæja, hvað segir dvergar? Ég var að taka til. Við eigum að gera það. Þórður þungur á húsinu, sagði Já, ég veit nú alveg hvað hann sagði, en við erum nú bara því hérna. Þú ert að drögg hvort dvergur minn. Ég er reyndar líka hérna. Já, ég er reyndar mjög góð dvergur. Ekki vera pælilegur, ég er einmitt á leiðinni hingað. Við getum kannski nýtt tímann og spilað spil eða stíð dansspor. Ég sé lögum dansdvergur. En það eigum við eftir að taka til og þrýfa. Það er stundum sagt um mig að sé betra að gera hluti strax, frekar en að... Já, veistu dvergur, það er alveg hárrétt hjá þér.
Maður á aldrei að drífa sig að gera hluti sem maður getur gert á morgun. Á morgun fer ég með ruslið. Á morgun þá fæ ég þvott. Á morgun fer ég í sturtu. Á morgun það verður gott. Á morgun skúra ég gólfið. Á morgun þá sé ég brik. Á morgun viðra ég kissu. Á morgun hleypi ég spil. Stíga drekadans, þetta er party drekadans. Því þó að drekka sér smái dansa þeir með elegans. Á morgun fæ ég með salat. Á morgun fer ég í sund. Á morgun þá tek ég lýsi. Á morgun fæ ég með rund. Á morgun vakna ég snemma. Á morgun gríp ég spil. Á morgun borga ég skattinn. Á morgun ég hlakka til. Þetta er party drekadans, villandi boss og húlagans. Því þó að drekka sér smái dansa þeir með sönnum glans. Svo er það disko drekabreik, dansa með blóð og sum og reik. Því þó að drekka sér lífi lita þeir sér oft á greik. Á morgun Þetta var svakalega gaman, prófessor. Getum við nokkuð dansað meira? Prófessor, getum við... Jæja, hann er þá sofnaður. Það er líka komið tíma á síestuna. Síestuna? Hvað er það? Síesta? Já, veistu það ekki? Prófessorinn lærði klassíska diskosögu í Madrid. Hann leggur sér þessuna alltaf á daginn. Hann kallar það síesta. Hann heldur að þannig fatti fólki geta sér bara leti í honum. En hvað er við þá að gera með hann? Legg ykkur, við leggjum okkur öll. Farið bara inn á heimavist og takið smá kríu. Má það alveg? Þurfum við ekki að læra eitthvað meira áður en getum tekið okkur pásu? Heyrðu nú góð mín, hættu þessum brjálæðislega metnaði. Leggstu nú niður. Ég er alveg að sofna að standa þér með rausið þetta. Ég held ég get ekki sofnað. Ég legg mér aldrei á daginn. Við lesum stundum bók það kjarnar okkur eftir skóla. Ég er nú örugglega með bækurnar og hérna einhvers staðar. Það eru horfnar. Ég er viss að ég tók það með mér. Það er bara eitthvað tísku tímaritinn þar sem ég skildi þær eftir. Ég held að mikið lesa hennar bækur en í þessum skóla. Ég gæti nú samt alveg lagt mig. Það er bara mjög mikið að vera. Já, ég er alveg dauðþreytt. Hvíldir í hádegisblundi. Hvíldir í því að dorma með hendur til kinn. Hvíldir í friðsælum fundi.
Ég frægur, ég kandi floss. Stöngbröndin silki mjúk, sjáu bara þennan búk, instant klassík. Hér allt á réttum stað. Ég fagur, ég fríður, ég glaður með lag. Það geta ekki allir verið gorgeous, það geta ekki allir verið döff, það geta ekki allir verið fabulous, eins og ég. Það geta ekki allir verið gorgeous, það geta ekki allir meikað það, eins og ég. Húðin ég í díódrekt, dressið óaðfinnanlegt, þvílík fegurð. Hvað get ég sagt? Ég dúttur, ég diskó, það mikið í mér lag. Það geta ekki allir verið gorgeous, það geta ekki allir verið töff, það geta ekki allir verið fabulous, eins og ég. Það geta ekki allir verið gorgeous, það geta ekki allir meikað það, eins og ég. Það geta ekki allir verið gorgeous, það geta ekki allir verið töff, það geta ekki allir verið fabulous, eins og ég. Það geta ekki allir verið gorgeous, það geta ekki allir meikað það, eins og ég. Það geta ekki allir verið gorgeous, það geta ekki allir verið töff, það geta ekki allir verið fabulous, eins og ég. Það geta ekki allir verið gorgeous, það geta ekki allir meikað það, eins og ég. Ekki klappa svona mikið fyrir mér. Nei, í alvörunni, ekki klappa svona mikið fyrir mér. Ég var nú bara að syngja þetta lag, þetta var nú ekkert svo mikið. En þetta var svo flott hjá ykkur. Já, við syngjum þetta lag reyndar alveg ótrúlega vel. Vil ég kannski heyra þetta aftur? Nei, ég held að þau hafi alveg náð þessu áðan. Alveg frábært. Þið eru svo flottar, svo fallegar. Og svo ríkar. En við erum ekki bara komin hingað til að syngja. Við þurfum að tala við þig, prófessor. Já, ég bjóst nú alveg við því. Hvað vil ég með núna? Ég er ekki ennþá búinn að jafna mig á því þegar ég unum í skák daginn og ég var að vonast til að ég þyrfti ekki að... Nei, ég er ekki komin hingað til þess að spila við þig, prófessor. Ég er hér í miklu mikilvægara verkefni. Ég vil að þú lokir þessum skóla. Þú hefur 2 daga til þess að taka dótið þitt og fara héðan. Hver er þetta? Þetta er ljótið tvíburasysturnar. Ljótur, ha? Já, ljótið systurnar sem eru fallegastar í heimi. Jeps, annað og 3. sæti í Ungfrú Ísland 2014. Hvað meinið þið? Þótt þessu ríkastar og fallegastar eyjunni og með meira glimmenni hinn, það getur ekki bara komið hingað og rekið okkur út frá okkar eigin skóla. Þetta er ekki löglegt. Ekki löglegt? Getur ekki bara... Bóla! Ég fæ bóli! Smink, farðin, ljós, skuggar, bygling, aukefni. Hér er búið. Hjúk. Og smá
kynnialdur þá áttu aftur á að dásamlega. Hjú, ég hélt í smástund að listaverkið sem andlitið mitt það voru fyrir hræðilegum skaða. Flottust, fallegust. Diskóeyju á sólríkum sumardegi. Kæri prófessor, nú ég að skrifa þér bréf. Ég þarf kannski ekkert að skrifa þér bréf út af því að þegar ég les þetta bréf fyrir þig, þá ég komin og ég get kannski bara sagt þetta við þig. Ég var sko að æfa með að skrifa bréf. Hvað eru þeir að komna hingað til þess að segja mér? Ég hef ákveðið að loka þessum skóla ykkar. Ég vantar nefnilega gott húsnæði. Ég ætla að opna spa og svona ljósabekki og eitthvað næs. Bíddu, þú getur ekki gert það? Get ég ekki? Auðvitað get ég það. Ég fosseti á þessari eyju hérna. Fosseti? Þú ert ekki fosseti. Fosseti? Er ég ekki fosseti? Þú ert ekki eins og í frambúði. Eða bara svo eina sem ert ekki í frambúði. Nei, það skiptir heldur engu máli. Annarkvort verður þú að loka sem skóla strax, prófessor, eða borga mig 2 mánuði fyrirfram í leigu. Ef þú gerir það, þá ég kannski til að sleppa þér. Og hvað það mikið peningur? Þetta eru 250 krónur á mánuði, svo þetta eru 2 mánuðir, þannig... Þetta eru 500? Ég veit það, ég vissi það alveg. Einmitt, þú ert að borga mér 500 krónur áður en sólin sest á morgun. Á morgun? Ég ánga 500 kall, ég bara gamall prófessor. Ef peningurinn verður ekki kominn þegar dimmir annað kvöld mun slokkna á þessar diskókúlu þinni að eilífu. Að eilífu? Það hræðilegt. Ég trúi ykkur ekki. Sjáumst þá hér á diskotorgi á slaginu 6 á morgun. Það betra fyrir þig að vera klár með peninginn, en það betra fyrir mig að verða það ekki. Hvað gerum við nú? Blessaði vertu. Það er ekkert að stressa sig þessu. Blessaði vertu? Hvað meinaru? Heyrðir ekki hvað systurna sögðu? Jú, ég heyrði það alveg. Og hvað? Hvað ætlarðu að gera í þessu? Ég var vel ekkert farin að hugsa svo langt. Svona hluti reddast nú bara alltaf. Nei, prófessor. Ekki meira einhverju þetta reddasbulli. Ef þú ætlar ekki að loka skólanum einum, þá ætlar að takast á við vandamál og gera það strax. Strax? Já, en dögur. Það svo óþægilegt að standa í ykkur svona veseni. Og svo nenni ég Ekki svona, prófessor. Þú tekur til minna ráða. Við verðum bara öll að standa saman í þessu. Við megum ekki á tvíburasysturnar komast upp með að rústa öllu. Já, þetta nú fínn skóli og það væri leiðilegt ef hún hefur lokað. En hvað hefur að gera? Björn og Birta eru langríkastir hérna á eyjunni og svo halda allir með þeim. Svo bróðir þeirra glimmer málar á þeirra. Svo hann hefur alltaf fengið allt sem hann vill. Nú verður þau bara að ljúka. Já, nú sýnum hvað við getum gert. Við bara bjarga skólanum okkar. Já, við vinnum öll saman að bjarga þessum skóla. Já, hann nú mjög mikilvægur. Sko ykkur, þeir bara búin að fatta það. Enda þau orðin miklu skemmtilegri en þeir voruð. Kallaði saman allt fólkið, prófessor. Nú skipuleggjum við vörn. Ég kalla saman neyðarleinifund í skólaráði. Er skólaráðina? Nei, ég held ekki. Þetta hljómaði bara ekkert eins og Allavega, ef það væri skólaráð í þessum skóla, þá þetta klárlega tíma fyrir það til þess að koma saman. settur í skólaráði. Af því ég kann ekkert að halda svona fundi, þá komin hingað fulltrúi sýslumanns sem setur þess að við ákveðum enga vitleysu. Endilega fá ykkur límonaði og vínabrauð, það er nóg til. Fundur settur í skólaráði. Í upphafi bókast það að undirritaður hefur enga hagsmuni hér og ég aðeins ráðinn til að fá ógeðslega mikið borgað. Staðan slæm. Við þurfum að berjast fyrir því að skólanum okkar verði ekki lokað. Hvað að gera? Við skulum breyta þeim í froska. Réttu skjótaðir inn í að það með öllu ólöglegt að breyta fólki í froski þrátt fyrir pólitíska skoðanir séu ólíkar. Já, það gengur ekkert. Svo kunnum við það ekkert. Svona út verka minn, hvað verður ekki með vínabrauð? En getum við ekki bara borgað peningur
Ég bendi á að fjármunir sem opinberar stofnanir sýsla með verða að tala fram með þetta hætti. Heyrðu, þú þarna, við erum ekki þannig skóli. Við erum ekki að pæla í einhverju fjármála drastli. Heyrðu góða mín, það þarf nú að halda vel bókhaldið. Þetta ekkert sem skiptir máli. Hættið að rífast með eitthvað bull, þú þarf að bjarga skóla hérna. Já, einmitt, á skólinni gengur pening. Hvað var það peninginn sem við fengum í gjöf þegar síðustur hópur útskrifaðist? Já, hann. Ég keypti límóna í Gosbrunn. Prófessor. Hvað? Hann var á svakalega fínu verði í Costco. En árlegi styrkunum frá dans- og diskomálaráðuneytinu? Hann er alltaf búinn. Í hvað fór hann? Ég þurfti að láta fínpússa limósína fyrir dvergana. Það var alveg komið á tíma. Býttu þannig að fara ekki neitt peningur til að borga þetta? Það er náttúrulega til fjársjóður. Heyrðu, ég var að muni, það er til fjársjóð. Ég á fjársjóð. Fjársjóð? Hvað er það mikið peningur? Mikið. Það er allan að 5. 100. 500. 1000. 500.000? Já, ég man það ekki. Ég man aldrei þetta með tölur þetta 1000, milljón, 100. Mér minna að segja allar eitthvað 5 í fjársjóðum. Herðu, við skulum nú vonandi að sjá alla 500 krónur og getum bjargað okkur úr þessu vesinni. Náðu í fjársjóðinn? Já. Býttu, náðu ég, segir ég? Já, náðu ég. Ég var bara aðeins að rifja upp. Ertu kannski búinn að týna fjársjóðnum, prófessor? Týna? Hvernig dettur þér það í hug, Dörfur? Ég er ekkert búinn að týna. Ég bara man ekki alveg hvað ég gerði við það. Hann er hérna einhvers staðar. Við hjálpumst öll að það að leita. Hvar sást það síðast, prófessor? Já, hvar ég sá hann síðast. Síðast, já. Ég man það ekkert. Það var klárlega hérna í skólanum. Ég man mjög vel eftir að hafa lagt hann frá mér og hugsað, þetta er góður stað til að geyma fjársjóð. Hér ætla ég að geyma hann. Og hvar var það? Ég man það ekkert. Þá leitum við bara í öllum skólanum. Abba, Donna, Mölla, þið leita heimavistinni. Prófessor, þú leitir á öllu útisvæðinu. Við og dvergarnir leitum í kennslustofum, svo hittust við hér eftir hálftíma. Leitið hratt en valdið ykkur. Þetta er okkar eina von. Jæja, hvar er við að byrja? Við skulum byrja á öllum kennslustofum. Hérna er hún Donna og eins og við heyrum núna er hún oftast í stanslausri stuði. Byrjar aftur í þessi ólýsanlegi kraftur sem líkt tíðust í læðista bráð. Ég sleppi uppi og dýrum hennar verða á. Lögin heyrast og snertir fætur þau að hreyfast frá þykja mjálmið að ögrandi með á þessa gingri sem fætir mig alltaf sama gamla fjörið út af dans og alveg kjörið sigur engan disk og stanslaustur að eilífu Gólfið grófið, blindur að dansa tegla og stóðið margir gamstar að fara á þitt spann og fara heim sem þýðir í mann hamingjan. Hún Bóni er búin að vera hérna lengi. Hún gerði handjæl. Kíkjum á hana. Miðja nótt Þetta hún við var ekki rót Pappa kannar ekki rókast dans Í mótstegjum utan dans Lagn og ljós hefur á þig æm Mamma gaf alltaf mér handja Þetta nokkuð lagin við það mjölka í Við finnum aldrei hana fjársjóð eða kemur dansað fyrir út úr öllum hurðum sem opna. Við megum sko engan tíma að missa. Já, einmitt, við skulum drífa okkur. Hérna held ég hún Abbasi og eins og heyrist á nafninu hennar eru voða mikið til svona vúrevú.
we know the end. Masters of the scene. We've done it all before and now we're back to get more. You know what I mean. Take it now, leave it. Now it's all we get. Nothing promised, no regret. Made no big decision. You know what to do. Fjársvörn hvergi. Við finnum hann aldrei. En þarna? Við höfum eftir að leita þarna. Nei, við þurfum ekkert að leita þarna. Jú, auðvitað, við gefumst ekkert upp núna. Við erum bara til að leita á þessum eina stað. Nei, við þurfum ekkert að leita á stöðum þar sem fjársvörn ekkert. Láttu ekki svona, prófessor. Auðvitað leitum við þarna. Þetta er eini staðan sem við höfum eftir. Já, þið megið gera það. Ég ætla bara að fara að hvíla mig. Það er svona að hellast yfir mig. Örugglega flensa. Prófessor! Já, ég er svona að fyllast að kvefi. Ertu nokkuð hræddur við Þórð? Hræddur? Ekki að ég sé hræddur. Ég er prófessorinn þess skóla. Ég er ekki hræddur við neitt. Nú, er það ekki? Hæ, Þórður! Hvar? Þórður! Ég vissi að hún skíthræddur við Þórð. Hann er bara svo mikill rockari. Hann hefur meira þess að spila punk. Hann er nú mjög góður húsvörður, þá hann spila ekki eins tónlist og þú, prófessor. Þó hann hafi gert eitthvað í fortíðin sem þeir finnst skrítið. Já, hann er nú fínn húsvörður. Það var þetta ekki vesen, lögum í honum. Já, gerum það. En þið með svona banka, en passið ykkur. Það er sko vara. Það eru úlfar á lofti, það eru úlfar í ská. Það eru úlfar hér og hvar. Það eru úlfar undir rúmi, það eru úlfar á miðjunni. Það eru úlfar alls staðar. Labbi-dúbi-dabbi-dúbi-dabbi-dúbi-dúbi-dey. Heyrur í þeim ástin mín. Labbi-dúbi-dabbi-dúbi-dabbi-dúbi-dúbi-dey. Þeir ýlfra þegar máninn skín. Þeir eru andvaka í nótt. Þeir geta ekki sofið rótt. Þeir kúra upp í rúmið og þeir gula saman sæng. Þeim kemur ekki á auga dúr. Þeir kveikja á litlu kerti og þeir kíkja fram á gang. Þeir eru að farast úlfur út. Labbi-dúbi-dabbi-dúbi-dabbi-dúbi-dúbi-dey. Ekki gráta gullið mitt. Labbi-dúbi-dabbi-dúbi-dabbi-dúbi-dúbi-dey. Þeir borða bara nestið sitt. Þeir eru andvaka í nótt. Þeir geta ekki sofið rótt. Þeim er rosalega mót. Þeir hafa tekið skammátt sót. Já, gerum það. En þið með þess að banka. Ekki málið. Prófessorinn vildi aðeins tala. Já, Sæþórður. Við vorum bara svona að leita eða svona svipast svona smá hlut eða svona smáræði. Hver er númer Tína, prófessor? Tína? Ég er löngu hættur að tína.
Ég er ekki búinn að týna neinu síðan. Síðan að við fann fjarahattinn fyrir í gær. Eða þegar við fann Palli eftir sundskiluna þannig daginn þar áður. Já, hann og hár rétt hjá þér. Þú finnur nú ýmsa hluti sem ég legg frá mér og gleymi. Já, það er líka full vinna. En getur þá nokkuð verið á að séð fjarsöð eitthvað staðar? Fjarsöð? Hvernig á fjarsöð? Bara svona ósköp venjulegan fjarsöð, svona spegla, glimmer, paljettukistu með flauelsvand og hérna megin. Já, segir nokkuð, hvað mikil dýr sem fjarsöð? Já, það eru 500.000 krónur. Sem okkur vantar til að bjarga fáunaskólanum. Já, þið skoðum það mikilvæga verkefni. Ég hef nú ekki séð svona fína fjarsöðskistilega, en ég fann það gamla pennaveski í ganginum um morgun. Fjarsöður minn! Hvað er þetta það? Þú sagði að þetta væri fjarsöðskista með glimmeri og fjöðrum. Já, ég ruglaðist vist aðeins með útliti á fjarsöðunum. Já, en hérna var hann allavega. Finnum við yfir þetta sem hún leitar að hérna á mér, prófessor, eins og þú veist. Já, takk Þórur. Þú ert ágætur. Þóttu hafa verið afleitan tónlistarsmekk. En þá er það fundið. Nú getum við farið að bjarga skólanum okkar. Hvað skulum við gera? Af stað! Við fundum hann! Og núna opna ég fjarsöðskistu, eða meira svona fjarsöðspennaveski mitt. Og hér eru 5. Æja. 5 hvað? 500.000? Er það ekki? Það er allt fullt af peningum þarna, er það ekki? Hér eru svo sannarlega 5. 5 notaðir miðar á Mamma Mia Sing-along. Ég man það núna. Ég hitti peningnum í bíó með það. Það var frábær sýning. Ha! Prófessor, ertu að segja mér þessi engin peningur í þessu? Bara einhverja bælda minningar af bíómynd sem er ekkert annað en pop? Pop? Þeir eru alltaf að disko skotið. Þannig að við bara missa skólan okkar. Kids, auðvitað redda ég þessu. Það er það sem ég gerir best. Ég held því miður, prófessor, að það sé ekki að fara að gerast núna. Veistu það, Daniel minn, og þau öll, ef þið ætli einhvern tímann að læra eitthvað eitt hjá mér, hlustið þá núna. Hlutir hafa tilhneigingu til að reddast. Ekki hafa miklar áhyggjur af lífinu. Prófessor, það er komið að spurningum. Tilbúin peningana? Já, þið syns þetta bara komnar. Þið eru alltaf eins. Það er alveg rétt hjá prófi. Alltaf eins. Fallegastar, ríkastar og bestar. Og þið eru ennþá að fara milli fólk og stríða í og kúa til að reyna að hlýða ykkur á þegar þið eru ríkar en aðrir. Prófi, ertu ennþá að pirraður út af þessu þarna einu sinni? Nei, ég nenni ekkert að orkunni minni að vera pirraður á fólki eins og þér. Eins og mér? Borgaðu? Nei, ég ætla sko ekki að gera það. Ég er með aðra hugmynd. Hvað ertu nú að gera, prófessor? Hittu mig í stóra dansalum eftir 10 mínútur og við útkláum þetta í einvígi. Sá sem vinnur inn í disko einvígi fara að eiga allan skólan og allt sem fylgir honum. Samþykkt. Hvað ertu nú búinn að gera, prófessor? Mér fannst þetta bara hvað sniðugt. Og finnst þér þú geta mætt þessum stelpum í disko einvígi? Já, ég gat nú alltaf að balla hérna einu sinni. Já, það var einu sinni. Nú eru aðri tíma. Sástu hvað voru flottar? Og ætlar að vera í þessum fötum? Já, þessu. Er ekki bara fín? Hvenær fægði þú eiginlega síðast paljetturnar? Þú finnur það aldrei í þessum lörfum. Þú verður að taka það. Hvað er nýtt dress? Þið verða að hjálpa honum. Við byggjum hér á meðan. Best er að hafa þá til hverju sort, eitt sjálfur í sér nælon og sport. Hérna fann ég fjöður strút, sem rúta við hárru en afans klút. Því næst fer ég minn flotta pels, bákjaða blöndu, böndu og tígrissels. Við skulum vera þær og við skulum vera góð. Þetta kann ég við. Við skulum
ég hringa á skatt og hnefarskilarinn er alltaf jafn smart. Við skulum vera dæm og við skulum vera góð. Við skulum sitja alveg kyrr og hafa hljóð meðan prófessorinn fer í fötin. Við skulum vera styrkt og við skulum vera krútt. Við skulum lofa að setja ekki upp neitt stúd meðan prófessorinn mátar spjarirnar. Rosalega jakkinn að gera þig Hei, hafið þessi flotta tígrisbúrum er einhvers staðar Hei, hvað er þetta? Langt sér ég farið í þennan Nú er ég tilbúinn Prófessor, þú ert mjög Ertu tilbúin að mæta þessum gleðispíum? Förum og sýna þeim frá Eyju. Kæru diskódívur og dansdrottningar, verið hjartanlega velkomna einvígi aldarinnar. Hér er ekki smá í húfi. Sigurveitur þennan barndag eignast fótboltaskólann Diskó Eyju og leið fara mikilvægast íbúar Diskó Eyju. Þið tilbúin í barndag? Ekki tilbúin, ekkert yfir. Þá getum við kemur til leiks. Í hægra horninu aðalmaðurinn Diskó skólanum. 1,65 og 100% gleði. Hann er svo helst ég sérfræðingur þjóðarinnar í fengi og fjöldansi. Takk vel á nótunum, prófessorinn! Og í vinstra horninu. Það kemur út yfir hér í dag en vinna þeir barndag verði heimilið þeirra og yfirráðsveði. 1,58 og þakinn í palléttum og glansi. Takk vel á móti tvíburasystur og Föllu, Björt og Birtu! Hvað er að sjá þarna? Áttu ekki að vera á Diskó Eyju? Maður verður að standa sig. Það þykir ekki vera með eitthvað feik. Ég meina þessar buxur, kallar þetta bleikt. Ég veit ekki að þetta er rósrautt. Og þessi spegla ekki. Það er ekkert hægt að spegla sig í þessu. Ég meina drengur, þetta gengur ekki. Hvað ert þú að grípa, prófessor? Þessi palléttjakki er sko ekkert stór. Ég er tannaður í döglu, ég er til í hvað sem er. Og taktu núna undir með mér. Diskóstíl, diskóstíl, öllum trixunum í bókinni er bein. Allir menn út á gólfið, fyrir diskósúperstjarnan og mig. Heyrðu vinnu, þú ert ekkert í Eurovision fyrir rengur. Nú verður að taka þetta takk. Og hvað er málið með þessi jakkaföld? Þú ert eins og Oliver í síld með mikilvægstum brjálæðis. Og þessi skór, ég sé ósólega kínaskór sem var þetta. Ef þú ert diskó, þá er ég skagakvartettir. Gættu hvað þú segir, kröppir þínir fyrst. Aðar gangið diskó eigin silfur dressið mitt. Sjáðu þessa tennur, sjáðu þessa húð. Og svona nokkuð færð ekki út úr búr. Diskóstrík, diskóstíl, öllum diskóvopna búrinu bein. Allir menn út á gólfið, fyrir diskósúperstjarnan og mig. Á meðan diskókúla á Diskó Eyju snýst.
sauma þetta á mig. Þú myndir ekki þekkja Abaddon, Benningham og bitið í rassinn. Það hef ég aldrei spurt manni frýtt í lappandi líka. Disco Street, disco styrjur, rauðja buxurnar upp á hafna. Hafnaskótt, ekki hreyfing, trommur við yngri samt þau stingum hlutum hann. Disco Street, disco styrjur, sækju upp hægguðu silfurboxuna. Allir með, út á gólfið, dappa fjólum blári ljós á þennan Þú veist ekki, Ef ég myndi, þú kannt ekki einu sinni. Þú getur ekki. Ég þarf að... Hætti þessu. Þið hljótið ekki að leista þetta upp í þinn öðruvísi. Heldur en að rífa svefnarnir fram alla. Ég verð að stíga hér inn í og get ekki til að leita lausna. Þeir hljóta ekki að sæst. Já, það er svo miklu meiri sem þetta er sameiginlegt en ólíkt með ykkur. Sameiginlegt? Jú, þessi glís og gælla. Ég er nú alveg jafn mikið disco og þú, Prófi. Við vorum líka svo góðir vinir þegar við vorum í skóla. Voruð þið vinir? Já, ég og systurnar vorum eins og góðu vinir. Og hvað gerðist eiginlega? Nú, þær eru svo afbrýðsamar. Það gekk alltaf svo vel hjá Prófa. Hann hafði búinn hann flotta skóla til og ég var bara alltaf eitthvað... Þú hefur alveg gert góða hluti. Sammála. En ég þarf núna að viðurkenna eitt. Þið eru eiginlega ekkert svo ljótar. Þið eru bara frekar sætar. Frekar sætar? Fyrirgefðu góðir, þær eru fallegastar í heimi. Kannski er það ekkert svo góð hugmynd að opna spa hérna. Nei, svo er þetta meira þess að ósamþykkt húsnæði. Og svo er greinilega bara rosalega dýrt að starta svona business. Svo þau eru til í að hætta við þessi pröningar. Já, það er kannski best. Við verðum bara að finna okkur eitthvað annað að gera. Eins og hvað? Já, mér hefði alltaf langað að kenna í svona flottum diskoskóla. Já, þetta er þetta fáunaskóli. Já, jú, einmitt, þetta er flottur skóli og... Geta þær ekki bara að byrja að vinna hér með okkur? Hörðu, ég fekk góða hugmynd. Vil ekki bara koma að vinna þetta hjá okkur? Jú, veistu, við myndum alveg þykja það. Ef við mögum kenna grunnnámskeið í nútímadiskói. Og splattur myndir á heimavistinni? Það er alveg. Og vera með risastóra karnevalíu. En gaman! Karnevalja? Er það einhver árshátíð eða svoleiðis? Já, nema bara skemmtilegri. Í karnevaljum er fullt af ljósum og glimmeri og húlarhringum og bara öllu sem er skemmtilegt. Þetta er mjög vel heima hér í fáunaskólanum. Æ, hvað er gott að bjarga fáunaskólanum? Pabbi Henn? Krakka mínir. Pabbi Stein, hvað er þið að gera hérna? Já, við erum búin að sækja ykkur. Bergjum bara sög ykkur alla söguna. Við erum búin að vera í samtali við prófessorinn. Hann segir að þið séu tilbúin að útskrifast. Útskrifast? Já, tilbúin það. Í alvöru? Já, það er ekki nærðið jafn þurr og leiðileg að koma hingað fyrst. Takk fyrir það sem þið hafið gert fyrir þessu börn. Er þið þá komið með eitthvað blöð fyrir framtíðina? Já, ég ætla að vera ljónatemjari. Já, þetta líst mér á. Já, en þú, Raugný, hvað kom þú nú að vera í framtíðinni? Mér langar svolítið að opna glimmerísbúð. Ha? Ég var ein mín. Já, þeir búum með lögfræðina, sko. Ha? Já, það er svo praktískt. En fyrst þau eru útskrifuð og búið að bjarga fáunaskólanum, getum við þá ekki haldið alvöru partí? Hvort við getum? Jónsveinn, hvað er hérna?